Já, það Gloria sem að heilsar okkur þennan þriðjudaginn. Jú. 100 og eitthvað þriðjudaginn í röð. Hugsaðu þér. Og það má segja Yngvi að þetta sé the beginning of the end. Já. Það ekki? Það farið að styttast í annan endan á þessu. Já. En það nú bara eins og það allt tekur enda svo sem. Já. En ég menna þú veist, þetta ekkert endanlega búið sko. Nei. Ha? Nei. Það nokkuð? Nei, ég held ekki. Nei, þetta bara svona stefnubreyting. Smá stefnubreyting núna hjá okkur pingjumönnum. Þið hafa eflaust heyrt það í föstaskaffinum. Já, og þið getur huggað ykkur við það. Þetta síðasta serían í bili. Já, síðasta serían. Sería 19. Sería 19. Gast ekki feikaði í 20 eða? Nei. Þessu út búin að vera að feika þetta allt hérna. Já, þetta sería 19. Silent but deadly. Silent but deadly. On jokes. Vá, hvað það var vel við hérna maður. Já, þetta svona. Þá held ég ekkert betra við heldur en Silent but deadly. Nei. Hvað náðu nágrannar mörgum seríum? Það var svona alltaf markmiðið mitt eftir að við náðum 1% af þjóðinni til að hlusta. Já. Manstu, það var upprunalega markmið okkar. Við myndum hætta eftir 10 þætti. Já, ef 1% þjóðarinnar var ekki að hlusta. Já. Svona heldur hálít markmið en... Já, en við erum að vinna því núna. Við höfum alveg komist yfir þann í halla sko. Já. Á útgefnu þætti. Annars hefðum við ekki haldið áfram. Þannig að næsta markmið var þetta. Já. Hvað var næsta markmið? Að... ég man það ekki. Nei. Gefa út 100 þætti eða? Nei, að ná meira heldur en nágrannar. Fleiri seríur. Já, minna það. Ég að mynda að fletta þessu upp hérna. Ég heyrði ekki, sko... Eða Simpson. Maður sjá, Neighbors... Maður sjá, Neighbors 39 seríur. 8.995 þættir. Já, við erum ekki fara að ná því. Það aðeins svo mikið, sko. Heildar útgefni þættir hjá okkur nú komnir yfir, held ég, já, 215 talsins eða svo. Já, þeim munum alla áfram. Það munum alla áfram. En við þurfum að útskýra þessa breytinga betur. Já, pingir ekkert að hætta, við verðum ennþá í opinni dagskrá í föstaskafinu. Síðasti áskrifta þáttur verður 27. mars. Já. Þannig að það þessi þáttur, svo kemur annar og svo síðasti. Já. Þannig að þetta þriðji síðasti þátturinn. Já. Í bili. Já, og við hefum eftir að útfæra þetta. Já. Þú veist, hvað verður þættina og það, því þau eru bara að hlusta. Við erum svolítið að winga þetta. Já, just winging it, sko. Heyrðu, nóg það. Veistu hvað hann stofnandi M-Fitness er? Ég myndi halda að austan miðað við þær upplýsingar sem ég hef hérna, sko. Ertu búin að liggja á henni? Nei, ekki. Instagraminu og TikTokinu? Nei, ekki henni. Ég sá hérna fyrrum eigendur þessar kennitölu voru frá Egilsstöðum. Já. Þannig, sko. Heyrðu, það er lengur ég nefnilega, sko. Ég með rannsóknarspurningu. Nú? Af hverju Háloga land EHF? Já, einmitt, sko. Já. Getur þú nafngreint fyrir eigendur? Já, það eru hérna Magnfríður Ólöf Pétursdóttir og Kári Hlíðar Jósefsson sem að stofnuðu þetta 2008. Já. Þau eru fyrstu eigendur, sko. Já. En svo tekur hún við keflinu hérna þegar virðist 2017. Já. Þannig að hérna, sko, mér er ekki kunnugt hvort það sé einhver tengsland á milli. Nei, það er fyrsta rannsóknarspurning. Af hverju Háloga land EHF? Já. Og ég með svarið því. Já, ok. Númer 2. Hvað er söluaukningin post-búð? Hvað áhrif hefur það á reksturinn að opna búð versus að vera bara í vefsölu og... Einmitt. Hvenær opnar búðin? Ég með það. Og ég gefa þess að tvær búðir, það er á Akureyri og það er hérna á Stórhöfða. Já, Akureyri, ég skal bara hérna aðeins fara í Akureyri opna 2023. Já. Fyrsta búðin þannig að við erum ekki með gögn fyrir það 2018. Já, nei, við erum ekki með hvað Akureyri er að skila inn í reksturinn eins og er. Svo er það hérna þriðja rannsóknarspurning. Hvað kostar að stofna svona direct to consumer fatalínu? Ég lendi í vesenu með það og ég get sagt þér af hverju bara á eftir. Já, ég er líka með svarið við því. Nú? Já, þú veist, Marja-Lena er á austan. Já. Ég hafði ekki samband við hana fyrir hana þátt. Nei. En ég held að hún sé að vera að læsa öllum hurðum heima á sér og draga fyrir og maðurinn hennar líka. Hvað ertu að fara? Ég er búin að liggja yfir öllu. Hver ertu að henda fram? Öllu sem hefur skrifað á Instagram, Facebook, víðar. Ég las post úr ruslinu hjá þeim. Ég veit allt. Já, braustu inn á posthólu hjá þeim. Ég er bara búin að stúdera þau eins og þú stúderar kategóriurnar á... Á hverju? Jú. Já, jæja, skulum bara fara í næsta fasa í dag. Já. Sko, Silent but deadly. Ég ætla að flega fram
Það með allir challenge mig Ég held að þetta sé mest silent success sem manneskja undir 30 bara hefur gert síðastliðin ár. Ég held að það sé ekki spurning. Já, út af því að það hefur held ég ekkert komið fram uppganginn eða hvernig það var, þannig að við erum fyrstir sem gaman, og það gaman að segja frá frumkvölum sem að gera eitthvað gott. Það alls konar svona kryptobraskarar, fatadropshippers og svo framleiðis sem hafa verið í hittunni og ógeðslega algengt að bara þegar þú ert sko komið með hugmynd að þá ertu búin að senda fréttatilkynningu að þú sért að stofna í kringum eitthvað með vinninum og þessi verður markastjóri, þessi verður fjármálastjóri. Því að það er náttúrulega, þetta er tiltölulega einfalt á Íslandi að komast í blöðin við það eitt að stofna kennitölu sko. Já, svo ertu með hina típuna sem er bara silent but deadly. Þetta er að verða núna, 7-8 ára? Já, þetta er stofnað 2017, sýnist mér á öllu. Og þannig að þetta er í rauninni 2024 er þá 8. rekstrarár. Eiginlega stöðuvöxtur frá byrjun og bara orðið profitable, dreifingu og hann er bara manneski komið með svo gott sem ævistarf svo lengi sem hún fokkar ekki upp vörunni sem að lítur ekki út fyrir að hafa gert. Heyrðu, researchið þetta. Takk fyrir þetta. You listening? Já. 2015-16 staðan er þannig að Marja-Lena er einstæð á Akureyri með 8 mánaða gamlan dreng. Varstu búin að heyra þetta? Nei, það hefur enginn heyrt það. Leikskólamálurinn er hakki og það er að duga að dreipast hjá konu. Hins vegar, þá hafði hún alltaf verið í íþróttum og var á þessum tíma búin að vera engaþjálfari, bæði inn í stöð og stofna eigin fjarþjálfun. Já, sem hét M-Fitness. Já, það kemur nafni. Það hefði átt að vera rannsóknarspurning. Sko, það er að framfleyta henni á þessum tíma. Þetta er eina vinnan sem hún hefur, að vera að þjálfa. Leikskólamálurinn er hakki og það er að duga að dreipast. Því að hún, eins og ég sá þarna í gömlu Instagram story, hafði hugsað sér að fara að sækja vinnur, en treysti sér ekki í það, því að hún var bara með barn sem komst ekki á leikskóla og fleira. Þannig að hann má segja allt í hakki hjá einkaþjálfarunum okkar. Hún var á krossgötum og enga síður, þá hafði hann alltaf verið með hennan draum að gera eitthvað sjálf. Eigi ekki allir þann draum? Jú, allir. Sama hvað þú segir. En 90% ger ekki neitt í því. Já, sama hvað þú segir, það vilja allir, þú veist, það dreymir öllum að vera með einhvern rekstur. Það er bara, það er 95% manns, fólks. Og nú les ég upp úr bréfi sem ég fann í ruslunni á henni. Pappinar hafði alltaf séð fyrir sér að hún yrði arkitekt eða læknir. En þeir sem þekkja til vita að hún er komin á frumkvölum. Pappinar og mamma hafi verið í rekstri bara. Hvað heita þau? Ertu með það? Já, ég er ekki bara að nafngruna þau. Nú, já, þú veist, eins og ég var að segja, Magnfríður Ólöf Pétursdóttir og Kári Hlíðar Jósefsson. Það er ekki fóreldrar, ég get sko. Og sko, fyrir okkur sem vonum fyrir austan, þá hafi held ég allir farið og sittið í ljósabekki á þeim. Þau voru með ljósabekki hérna í bílskúrnum heima á sér. Það er alveg brask, sko. Það var svona eins og að vera með vape-shop í dag, held ég. Þú veist, það var hægt að græða helviti góðan pening á því. En þau höfðu náttúrulega líka verið í búðarekstri lengi og ég tók eftir hérna í gömlu bréfi frá henni á Facebookinni að hún var 10 ára þegar hún byrjaði að vinna í búðinni hjá mömmu sinni. Þannig að það var svona í blóðinu að vinna í kringum föt. Að vera á gólfinu og og hún sagði einhvern tímann frá því að sko þetta bland af áhuganum á fötum og áhugin á íþróttum er svona, þú veist, það smellar allt saman þegar hún er í fæðingarólöfinu, atvinnulaus, með fjarþjálfun, vinna með konum eða bara einkaþjálfun og fjarþjálfun. Og þá eru aftur komin að þessu örlagaríka orlofi að alltaf þegar barnið sofnaði á kvöldin þá var hún bara í 12 til miðnættis að æfa sig í fatahönnun. Þú veist, bara reyna hanna föt sjálf. Svo fer það út í það að hún fyrir að reyna að finna hérna verksmiður fá senda pröfur og svona og er svona spá í aukaverkefnum. Lítið side note á þessum tíma þegar hún er fyrir norðan með krakkan þá ætlaði hann að stofna búð á Glerártorgi en þau voru hætt saman og hún flutti held í austur á þessum tímapunkti. Þannig að þannig að þetta er svona build-upið er hún er að austanni þegar ekki uppalega. Ok, tökur smá hraðspóla á þetta. Þannig að hún hafði enga tilfinningu fyrir þessu sem hönnuður. En hún sagði hérna að hún hafa alltaf reynslu af sniði og hvað konur vildu því hún var búin að vera að vinna í búðinni hjá mömmu sinni frá blötu barspinni og svona, þú lærir á þetta. 2016, frekar en 17, ég er nú kannski með það vitlaust, þetta eru mörg bréf sem ég las þarna í ruslinu. Fyrsta pöntunin, viltu giska hvað hún kostaði? Fyrsta pöntun?
Ég myndi skjóta á svona, hún hefur örugglega tekið 1,5, 2 260.000 krónur. Ok, ekki meira. Sem var á þessum tímúti allur sparnaðurinn. Þennan mánuð. Þannig að þú veist, hún var búin að vera að safna til þess að eiga fyrir leigu og föstum útgjöldum. Og þetta var loksins að vera nógu mikið kass til þess að framleiða fyrstu pöntun. Já, nú var ég eiginlega blindaður af sko tölum hérna frá fyrsta ársending 2017 sko, þannig að... Ég með smá skúp, hún var með þetta á eigin kennitölu, fyrstu held í 9 til 12 mánuðina, svo fær hún EHF-ið. Ég alveg að koma því. Hún var búin að safna verið pöntun í einhverja mánuði og allir sem hún sagði frá á þessum tíma í kringu sig, svo ertu eitthvað biluð. Ertu að fara í samkeppni við Nike, samkeppni við Adidas. Ég sá einmitt ættur ekki frekar að safna þig fyrir íbúð. Já, einmitt, gamla tökan bara. Fyrsta pöntun. Hún byrjaði að selja þetta á Facebook bara, eða ekki? Ég með sögur því. Fyrsta pöntun, 260 skall, eru 2 tegundir af leggingsbuxum og toppur. Extra small upp í medium. Þú veist, það var ekki eins og niður large. Nei. Heyrðu, hún býr til Facebook like síðu og allar pantanir fóru gegnum tjattið. Þannig að hún tekur inn pöntuna, kemur, er að auglýsa þetta á like síðunni sinni, eða bara, setur þetta þar og það var ekki hægt að panta einstæða nefnir gegnum tjattið. Þannig að hún talaði við alla kuna og sagði að salan á baki hvert tók fáránlega langan tíma. Svo var hún bara að rukka, hún var sjálf að pakka, póstsenda, allt þetta, póstleggja. Það sem að hjálpa henni hins vegar að fá þessar fyrstu sölur var að hún var líka með eitthvað Snapchat og fjarþjálfunin var með biðlista inn í fjarþjálfunina og 70 kuna. Þannig að þú veist, hún er að framfleyta sér fyrstu pöntun á eigin audience. Já, þetta líka svona kemur inn á það að vera með einhvern plattform, hvað það getur verið mikilvægt. Jafnvel þó þetta sé ekki nema, þú veist, 500 manns. Skilur að hafa bara eitthvað audience og lansa svo vöru, skilur, það er bara briljant. Svona rúlaði þetta í smá tíma og hún er svona Mrs. Beast. Þú veist hvað Mr. Beast er? Já, Mrs. Beast. Miss Beast. Fröken Skrimsli, eins og við köllum hann í bransanum. Nei, sko, því að allur peningur sem kom inn í kassan fór í að fjárfesta í næstu vörulínu og pöntum. Eins og Mr. Bean. Ef hann fær $20 million... Mr. Bean? Já, Mr. Bean, já. Hún er svona Mrs. Bean. Nei, Mr. Beast. Hann er ennþá að þessu, saman kann hann fæ mikið pening fyrir myndvatið, hann setur hann allan í næsta. Reinvest. Já, hún endur fjárfesti öllu í næstu línu og hér fekk ég upplýsingar, hún gerði þetta allt persónulega fyrst, svo var bara allt og mikið vesinn að halda utan á sinni eigin kennitölu, en hún talaði bókara, hvað gerir bókarinn? Kæru hlustendur, já, það er nóg eftir að þessum þætti, en til að hlusta á restina þá verði það farin á partus.is/pingjan. Hvað er mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki. 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.